Áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við aðeins að skyggnast á háskólanum á Hólum. Hún komin til mín, hún Ingibjörg Sigurðardóttir, deildarstjóri ferðamáladeildar Háskólans á Hólum. Velkomin. Takk fyrir. Ertu nýtekin við þessu starfi, segirðu? Já, ég tók bara við þessu starfi núna þessu ári. Já. En hefur verið að starfa? Búin að starfa við ferðamáladeild Háskólans á Hólum, svona cirka 20 ár. 20 ár, já. Og hvernig samfélag er þetta? Þetta mikið í fjarnámi eða hvað? Já, námið í rauninni allt námið í boði í fjarnámi. Já. Það sem við kallum svona blönduðu námið, þannig að fólk kemur í staðalótur og fær að hittast og sjá samnemendur og kennara og svona. En það er ekki líka í boði að vera alltaf á staðnum, það er ekki þannig? Það er í boði að búa á Hólum og sem er náttúrulega frábær valkostur og sumir kjósa það. Nægt húsnæði? Nóg húsnæði. Það er grunnskóli, leikskóli og þægilegt þá þegar eru staðalótur, þá eru bara börnin eða fólk með börn. Börnin halda sinni rútínu og þannig að það er býst að margir sem að velja þann kost bara að búa á Hólum og alltaf frábær staði til að læra og njóta friðsaldar og fara í gönguferðir og njóta náttúrunnar og hafa svona pínu næði fyrir námið sitt. Já. Taka sér bara hvað? 2 ár í það? Ef mann taka diplómanám þá er 1 ár. Annars þá í BA-náminu taka mann 3 ár og í meistaranámi 2. En menn geta valið. Það er jafnvel dæmi menn búi erlendis. Þannig það er alls konar valmöguleik. Og þetta er bara, þú ert fyrir ferðamáladeildina, svo eru fleiri deildir. Já, Háskólinn á Hólum er með 3 deildir. Það er fiskeldis og fiskalífræðideild. Og hún er með svona sína megin bækstöð á Sauðárkróki í Verinu, en líka á Hólum. Og síðan er það hestafræðideildin og þar eru allir nemendur á staðnum nema þegar þeir eru í verknámi, í fyrirtækjum í greininni. Þannig það er heilmikið samfélagi kringum það og síðan er það ferðamáladeildin. Og nú væntanlega eru þið að fara að auglýsa eftir nýjum nemendum í haust eða hvað? Já, nú eru spennandi tímar. Já. Það eru þetta erfiði tímar í greininni, en þá er einmitt svona ákveðið tækifæri að efla sig og læra eitthvað nýtt og það er svona pínu svigrúm til að ná sér í menntun og læra nýja hluti og koma bara ennþá sterkari inn þegar greinin fyrir að blómstra á ný sem hún mun gera. Þannig að þar eru við með ýmsar leiðir. Við erum með 2 konar svona hagnýtt diplómanám sem tekur 1 ár. Það er annars vegar í viðburðarstjórnun sem hefur verið mjög vinsælt. Svo erum við með diplómanám í ferðamálafræði. Svo erum við með BA-nám sem er tiltölulega nýtt og við erum útskrifað fyrstu nemendur úr BA-námi í stjórnun ferðaþjónustu og móttöku gesta, svona hospitality lína. Og síðan er það BA-námið okkar í ferðamálafræði. Þetta hvort 2-3 ára nám en allt í fjarnám og hægt að dreifa á lengri tíma. Þannig að mjög margir taka þetta samhliða vinnu. Kannski með starfi, Mjög gjarna. Og það er búið að vera náttúrulega svo mikið að gera í ferðaþjónustunni. Upp á síðkastið að fólk hefur kannski ekki alveg bara frið að vera bara heima að læra sem væri frábært. Þannig að mjög margir eru að vinna samhliða og margir eru bara með sín einn fyrirtæki og eru þá að vinna svolítið í sínum fyrirtækjum, sínu rekstri að greina og tróa og byggja upp samhliða námi. Það er alls konar verkfæri í hendurnar hjá ykkur. Fá fullt af svona tækifæri til að máta ýmsar hugmyndir, gera alls konar áætlanir, markaðs- og viðskiptaáætlanir og alls konar hluti sem að nýtast inn í rekstur. Er svo ekki alltaf einhverja nýjungar, við erum að taka inn alls kyns umhverfissjónarmið, það er alls konar svona vakar og einhverjir svona staðlar og viðurkenningar, eitthvað sem að þarf að passa inn í. Já, það er gríðarlega mikil bara þróun í gangi í gæðamálum og slíkum hlutum og það hefur auðvitað verið gangandi gegnum námið okkar þessi hugsun sjálfbærni og svo þá svona ábyrga ferðaþjónustu og þannig að fókusin er mjög mikið á náttúru, menningu og sjálfbærni og hefur verið bara frá upphafi. Þannig að, og við erum kannski svona í tengslu við það, þá erum við með nýja línu í meistaranáminu okkar og hún er í útivistafræðum sem er svona svolítið spennandi nýjung. Þetta er í samstarfi við Háskóla í Noregi og Svíþjóð. Getur sagt okkur aðeins meira, hvað er fólk að læra þarna?
Þarna í rauninni, þarna komin fólk sem ekkert endilega með ferðamálabakgrunn. Þetta líka mjög mikið fókuserað, eða svona áherslan mikið á fólk til dæmis sem með kennarabakgrunn, með kennslubakgrunn, íþróttir, íþróttaþjálfarar, en það nýtist mjög vel í alla útikennslu og auðvitað varðandi ferðamál og þróun ferðarþjónustu. Þá það að skoða bara kannski og kortleggja alla möguleikana úti, það gönguferðir og hjólreiðar og skíði og allt og svoleiðis eitthvað. Já. Alla útivist í rauninni, út frá öllum þessum vinklum, og það sem svolítið skemmtilegt það að það verið að skoða þetta út frá ekki bara Íslandi eða einhverjum einum stað, heldur öllum Norðurlöndunum sem að standa að þessu og svo þetta á heimsvísu líka. En nemendur, þeir einu önn í Svíþjóð, einu önn í Noregi, einu önn hjá okkur á Hólum og síðan velja þau einn af þessum stöðum til að gera meistarverkefnis. Þannig að við að vonast til að vera með svona cirka 20 meistaranema á Hólum. Og þetta bara að byrja í haust, alveg glænýtt? Já, alveg glænýtt núna í haust og það opið ennþá fyrir umsóknir. Já. Og það semst byrjar í Svíþjóð og þetta svona fyrsti hópur sem þá að fara á stað. En þetta þá, fólk allan tíman í Svíþjóð eða í fjarnámi? Hvernig virkar það? Núna út af svona skrýttum aðstæðum út af COVID, þá svona plan A að fólk verði í fjarnámi. Það miklu auðveldar að drífa fólk á staðinn heldur en ákveða allt í einu verið í fjarnámi. Þannig að því að fólk að koma alls þar úr heiminum, eða víða að þá, eða þessi nemendur, að þá ákveðum við að fara þá leið að hafa þessa fyrstu önn í Svíþjóð í fjarnámi. Síðan svona gert ráð fyrir því að menn séu í Noregi á önn 2, haustu 2021, séu menn á Hólum og fari meðal annars í verknám út í atvinnulífið hér á Íslandi, ekki bara á Hólum, heldur vítt og breitt landi. Og síðan menn að taka sitt meistarnáms, eða sitt meistarverkefni einhvers staðar á Norðurlöndum. Það hljómar æsi spennandi, ég var að vona fullt af fólki sækjum og þeir geti valið úr umsóknum. Hvetjum fólk til að kanna þetta, hólar.is eða hvernig Það hólar.is með upplýsingar, en innritunin fer fram í gegnum usn.no í norskur háskóla. Tíminn að hlaupa frá okkur, eitthvað eitt sem að vilt bæta við að lokum með það? Þetta komið? Já, mér langar að bæta við að við að fara á stað með sumarnám. Umsóknarfresturinn svona rétt að klárast, en það ennþá möguleiki. Og þar bara mikil ásókn í sumarnám sem fjarnám. Kostar 3.000 krónur hvert námskeið aðeins. Já, þeir með alls konar námskeið. Það námskeið við brjóststjórnun og ferðamálfræði. Fullt af spennandi námskeiðum og þar meiri upplýsingar inn á hólar.is. Takk hella. Endilega að kíkja á það. Takk fyrir komin að segja okkur frá þessu og gangi ykkur vel á Hólum. Takk hella.